Góðan daginn öllsömul og hjartanlega velkomin á ráðstefnuna sem ber yfirskriftina Máltæknibyltingin, stafræn nýsköpun íslenskunnar sem haldin hérna í Háskólanum í Reykjavík. Ari Kristinn Jónsson heiti ég og rektor HR og það mér mikil ánægja að fá að bjóða ykkur velkomin hingað. Við byrjuðum aðeins seint, við erum að hingra eftir ráðherra en við munum aðlaga dagskrána eins og á þarf að halda þannig að við náum að fá ráðherra hérna inn á ráðstefnuna svo hún geti lagt sitt fram hér. En það mér mikil ánægja að fá að vera hérna í dag og ekki bara vegna þess að það heiður að fá að vera með ykkur öllum og vera hluti af þessu stórkostlega verkefni. Það líka ánægja vegna þess að það viðfangsefni sem við erum að ræða hér í dag eitt mikilvægasta mál samtímans fyrir okkur hérna á Íslandi og fyrir íslenskuna. Og svo verður að segjast alveg eins og að þetta alveg óendanlega spennandi og skemmtilegt viðfangsefni. Það hefur ekki farið fram hjá neinu okkar að það tæknibylting í gangi. Og eitt af því sem kemur með þessari tæknibyltingu eru stór aukin samskipti milli fólks og tækni. Auðvitað höfum við átt í samskiptum við tækni áður, en það breyting á. Áður voru öll okkar samskipti og hafa verið svona í stikkorðastíl. Þegar við horfum á valmyndir eða þegar við komum einhverju til skila í gegnum leitarvél, þá það stikkorð, örfá orð, ekki samfellt mál. En sem að breytast núna að samskipti milli fólks og tækni að verða bara eðlilegt talað og ritað mál. Og þá skiptir öllu fyrir okkur að þetta sé hægt að gera á íslensku. Þetta auðvitað eitthvað sem betur fyrr. Stjórnvöld, atvinnulíf, háskólafólk og margir fleiri hafa áttað sig á og það sem meira þeir hafa gripið til aðgerða, til skýrra aðgerða til að tækla þessi mál. Ráðstefnan í dag fjallar einmitt þetta viðfangsefni, hvað að gerast í þessu átaki og það alveg hellingur. En ég verð að fá að deila því með ykkur hvað það mér mikið persónulegt ánægjuefni að sjá hvað mikið hefur gerst í íslenskri máltækni. Ég svo heppinn að hafa lagt stund á gervigreind í mínu námi. Þetta var reyndar á þeim tíma sem enginn hafði neina trú á því að það yrði neitt úr gervigreind nema bara viðfangsefni fyrir okkur nördana sem voru að þvælast í þessu. Staðan allt önnur í dag. Nú gervigreindin orðin ein af driffjöðrum þeirra tæknibyltingar sem í gangi. En eitt af því sem ég tók eftir í náminu hvað samskipti milli fólks og tækni voru óbúslega styrð. Tölvur gátu engan veginn skilið eðlilegt mál og þær gátu alls ekki tjáð sig, það voru engin eðlileg samskipti milli fólks og tækni. Síðan þá hefur orðið hrein og klár máltæknibylting. Í dag allt annað upp á teningnum og það eitt af því sem ég bið ykkur að hafa í huga, það skilar sér í svo miklu meira heldur bara það við getum átt samskipti á íslensku við tæknina. Þetta nefnilega opnar svo mikið að tækifæri. Opnar tækifæri til að veita stuðning, til dæmis fyrir nemendur í námi, allt frá grunnskóla upp í háskóla, fyrir þá sem eiga fötlun að stríða, fyrir lækna eða viðbragðsfólk í erfiðum aðstæðum og svo framvegis. En að baki því að við höfum þetta tækifæri, liggur óendanlega vinna í menntun, rannsóknum, þróun, góðu samstarfi og svo framvegis. Þetta spannar áratugi. Það má nefna það að samstarf Háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands nær allt til ársins 2005 og við settum upphaflegu máltækni námsbrautina saman á fót árið 2007, mjög eftirminnilegt þegar ég flutti til landsins. Og þetta mikilvægt því að það ekkert af þessu gerist án samstarfs, góð stuðnings, ástríðu og vilja til að láta hluti gerast. Og það þess vegna ástæða til að þakka þeim sem að þessu koma, þeim sem eru frumkvöðlar á bakvið máltæknina, stjórnvöld sem hafa stutt við þetta sem og atvinnulíf, allt rannsóknar og háskólafólki sem stendur að þróun, rannsóknum, menntun og svo framvegis. Þannig að full ástæða til að þakka fyrir það sem hefur komið okkur þennan stað sem við fáum sjá hér í dag. Og það svo ánægilegt að sjá hvað rannsóknir, þróun, menntun, stuðningur og samstarf geta skilað okkur.
Að því sögðu, þá býð ég ykkur aftur hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu og hingað í Háskólann í Reykjavík. Takk hérlega fyrir.